hitað upp kalt vatn með jarðhitavatni. Jarðhitavatnið næstum kalt og sjó, en það mjög heitt. Það 240 gráður niður í jörðinni á 600 metra dýpi. Það vatn ekkert hægt að nota beint til þess að framleiða í hitaveitu, því að það verða þarna útfellingar og vatn náttúrulega salt. Þannig að það var þróuð aðferð til varmaskipta til að hita kalt vatn, en kalt vatn hefur á eiginleika að hita upp á mjög tæran fyrir spánum. Þema hérna á orkuveri 5. Það Úrbyrin var gangsett haustið 1999 og varmaskiptakerfið árið 2000. Við byrjum hérna í borhólunum. Það náð svona frá 400 og niður á 2 kilometra. Úr sömum kemur bara gufa, þessum greinstu, en öðrum kemur blanda af jarðsjó og gufu. Blandan jarðsjó og gufu leidd inn í gufuskiljur og það sem sjór og gufa skilst að. Gufan síðan leidd áfram í rakaskiljur svokallaðar sem eru hérna rétt við orkuverið. Þaðan fer gufan í gegnum stopplokk og stjórnlokk og síu inn á gufuhverfilinn sjálfan. Þessi gufuhverfill er 10 þrepa. Kannski sá hjól þarna, varahjólið úr honum eða gamla turbínhjólið sem maður þarf að laga smávegis þarna niðri. Og þetta er 30 megawatta vél og það eru 29,6 megawatt núna í mér. Nú þessi vél er þannig, þetta er eina vélin á landinu. Þetta er eina held ég jarðhita gufuvélin sem er með svona úttökum til þess að hita vatn, svona eins og menn kalla svona industrial turbine. Og það er eftir hérna 3 þrep, þá er tekin gufa til þess að hita vatn í varmaskiptum og eftir þegar komið 5 þrep í gegnum vélina þá er tekið út í aðra varmaskipta og síðan þá eru eftir 5 þrep fyrir gufuna og hún fer hérna niður í einn svala eða gufu þétti þar sem gufan er þétt. Þá er hún toguð í gegnum síðustu þrepin í vélinni með vakúmi, lofttæmi og hérna er loftþrýstingurinn, hérna er þrýstingurinn 0,05 bar, 59 millibur, absolutt. Og hitastigið þá eitthvað 30 gráður eða eitthvað svoleiðis. Og síðan, já, þetta er gufan og henni er dælt hérna út í kælitörn. Nei, fyrirgefðu, henni er dælt hérna út í þéttivatnsstang og síðan í niðurdælingu. En eimsvalinn er kældur með hringrásarvatni sem er kælt út í kælitörni. Þar gufar hluti að því upp og hérna við það kólnar vatn eitthvað 28 gráðum niður í 17 gráður. Það er 19. Ára fyrir og heimsvalan. Þetta orkuver er hérna hitaveita líka. Það kemur hitaveita vatn. 200 lítrar á sekúndu. Það er 16,6 gráður. Það er búið að nota hlutað í varmaskipta annar staðar, annars kemur það upphaflega 5 gráður upp úr jörðinni, grunnvatn sem sagt. Og það hlutið af varmaskiptunum er sérstaklega fyrir hitaveituvatnið og það er hitað upp í 30 gráður. Síðan fer það í eftirhitara svokallaða sem má nota af gufu frá gufuhverfilnum. Það er hitað upp í 90 gráður, síðan er það sett inn í áloftara, þar sem það síður við svona lítillega undirþrýsting og súrefnið
Súrefnið er sogað í burtu og síðan er því dælt til hérna hliða eða það er snert á því upp í kannski svona 95-100 gráður í þessum svokölluðu loka hiturum sem eru ennarðir varmaskiptar. Og við getum sem sagt framleitt sem svarar 30 megawatt í rafafli og 75 megawatt í hitaafli. Þá miðum við sem sagt að hitaveitu vatnið sé nota niður í 40 gráður. En raun og veru er það nota meira og við erum að hita vatnið miklu meira heldur en frá 40 gráðum, þannig að við erum raun og veru að framleiða eitthvað svona 100 watts. Varmið sem fer í að framleiða vatn er svona vel yfir 100 megawatt. Og þétti vatn sem er gufa sem er búin að breyta í vatn. Því er dælt hérna saman og því er blandað saman hérna á öðrum stað hérna í kveðinu. Blandað saman við skiljuvatn. Og í þessu skiljuvatni það er hérna sent hérna 3 kilometra í vestur og þar ofan í niðurdælingarholur þar sem að það er þá endurnýtt. Við erum ekkert að tæma kerfið, það er bara hringrás í gegnum jörðina. En til þess að hérna fá meiri því við þurfum að fá endurnýjun líka á vatni í kerfinu, jarðhitakerfinu, að þá höfum við lækkað þrýstinginn í jarðhitakerfinu umtalsvert. Og sumir verða rosalega hræddir við það, alltaf þessi stórhættulegt. En segja ég bara nota það sem er náttúrulega endurnýjun. En þegar það er ekkert lækkað, ekkert neitt niðurdráttur í jarðhitakerfinu, þá er endurnýjunin sáralítil. Og orkumálastjóri orðaði það svo ákaflega vel. Það er svona álíka gáfulegt að hérna borða bara sjálfdauða rollur. Þetta átti að vera brandari. En við étum náttúrulega lömbu, ekki rollur. Og það er ekkert það sem við erum að vinna hér. Þetta finnst sumum svolítið óskiljanlegt og segja að þetta jarðhiti sé ekki endurnýtanleg auðlind og eitthvað svona eins og hún er unnin hérna, en það er bara ekki rétt. Við byrjuðum hérna 1976. Hvað ár er núna? Nei, ég laði ekki. Það kom svo nýtt að það kom svo rosalega fljótt. Bara næði ekki. Þetta við erum búin að vera hérna í 40 ára. Það starfa ekki þetta jarðhitakerfi og það er ekkert látað. Við kerum á fullu afli. Við erum svolítið meiri vandræðum út á Reykjanesi. Þar vorum við kannski heldur kaldir af því að hérna, má ég segja þetta? Já, ok. Þetta kerfi átt að þola 80 megawatt á Reykjanesinu í rafmagni. Við lögum að stað með 60 megawatt sem við ætlum að virkja. Og var bara hægt að gera svo góða samninga ef við gætum framleitt meira, þannig að við búum út 2 40 megawattavélar og vonandi vonur og var að 2 50 megawattavélar til að sjá hvað munaði miklu. Þessar 50 megawattavélar kostuðu sáralítið meira en þessar 40. Og þá var náttúrulega stór gróði að því að framleiða 100 megawatt og það gekk alveg fyrstu 8-9 árin, en nú höfum við dregið þess úr og erum komið niður í 80 megawatt, en þá er aukakostnaðurinn sem við höfum fyrir við hérna stærri vélar. Það er löngu búin að borga sig upp og miklu meira en það. Þannig að við hérna reiknum ekkert með að keyra meira en 80 megawatt á framleiðslu á Reykjanesi til lengri tíma. Þetta kerfi er allt, þetta kerfið
Það eru margar stýringar hérna, þetta er allt sjálfstýrt. Þetta stýrikerfi sem er hérna, þið sjáu hérna, þetta er panel hérna. Þetta eru reglarnir sem að stýra kerfinu. Þetta er svona aldrei gamaldags. Vélstjórarnir voru vanir hérna elektromekanískum reglum sem að hérna stýrðu kerfinu, hérna elstu kerfunum. Það var ákveðið að hafa þetta kerfi eins en með inntölvu backupi og menn treysti ekki inntölvu backupi, þannig að ef inntölvu dett út og þá keyrir þetta kerfi. Nú til dags þá er engin svona sjálfstæðar reglar, þetta er allt hitt í inntölvum og hérna stýrirásin er verið í stýritakti. Og þar eru það bil 18% er gufa og 72% vatn. Þannig að Ersjór og það fer hérna niður í niðurdælingu. Síðan er gufan hérna alveg 100% hrein hérna. Er inn í vélina. Þá byrjar hún strax að blotna. Og svo þegar hún kemur hérna alveg niður í einsvalan, þá er hún orðin svona 12% af því sem kemur úr endanum á vélinni er orðið af vatni. Og síðan þegar í einsvalanum þá verður öll gufan að vatni. Þetta var sem sagt Orkuver 6. Þar er eingöngu rafmagnsframleiðsla með 30 megawatta vél. Næst, hérna sjáum við loftkæla sem eru fyrir Orkuver 4. Þar eru svokallaðar organ Rankine cycle kerfi. Það er að segja gufan er notuð til að hita upp ísópentan sem að knýr ferla og búa rafaloft og framvegis. Þéttingin fyrir ísópentanið er að hluta í þessum loftkældukælum. Við löpum hérna undir þá inn í Orkuver 4, hratt í gegnum það sem við táaði og stoppum á planinu hinum megin við það. Við erum að nota ísópentan í hringrásina. Það eru vissar kosti, það eru einhver útfellingar í því. Þannig að það þarf eitthvað að hreinsa túrbínur eða svoleiðis, en það er svolítið aðra galla. Það eru ásþétti sem að þétta ísópentanið inn í vélinni frá loftinu. Það er svolítið vandamál. En þetta gengur annars fínt. Þetta Orkuver var byggt 92, þetta hús. Voru auðvitað að tala með vélar áður, nokkrar. En síðan eru þessi turnar hérna, þeir eru 4. Þessi ljóti, heiti, hann var settur upp í fyrra. Hann er nýr sem það. Hinnir eru frá 1981. Við löpum í gegnum síðan Orkuver 3. Þar er 6 megawatta vél. Og hún var gangsett áramótin 80-81. Hún er búin að ganga í 37-8 ár. Síðan fyrir við gegnum Orkuver 2 þarna inni og endum á sama stað og við byrjuðum. Enga spurningar koma fyrir þá. Eða eitthvað netfang sem senda spurningar á? Forvitna. Ég veit ekki hvort að ég svaraði, það er hsorka.is er netfangið eða veffangið. Hvað getur þið sagt meira? Finna með ísópentanið, það fellur ekki út og þannig að það þarf ekki að hreinsa. Nei, já. Ísópentan er sem sagt notað sem hreinsiefni líka, svona önnur praktísk not heldur en að vera í svona formaskiptum. Ok, og svo
Svo sagði það ásléttir sem að... Ásléttir. Ásléttir. Já, ásléttir. Þessi ásinn sem að snýst túrbínar inn í húsi og svo er þétt þarna á milli loft og túrbín. Og þar er notað í þessu tilfelli olíufyll paktós, það er kallað áslétti. Það er paktós svona í daglegu tali, áslétti og grímumáli. Þannig að vatnið sem fer til Bláa lónsins, hvað er það heitt þegar það fer frá ykkur? Það fer 150 stig. Það er hérna úr háþrýsti skiljórum sem fer til Bláa lónsins. Þannig að þeir sjá að hitastigið þeir í? Já, þeir stilla hitastigið hjá sér sjálfur. En endurnýjun á því vatni, sjá þeir líka að... Þeir fá hjá okkur. Það verða endurnýjað ef það hringrás? Nei, þeir þurfa að sjá að farga því. Er það eitthvað tæki til þess að endurnýja? Já, það er sem sagt bara skiljið vatn frá okkur sem að þeir fá. 150 eða heil. Hvaðan fer vatni frá þeim sem þeir losa sig við? Það er bara baðhiti. 30 gráður eitthvað. Hvert fer það? Þeir eru að endurnýja vatni? Því hefur heitt bara á henni hraunir. Já, þegar það er bláa lónið, það er botnin í því. Hann er þéttur af kíslinum, þannig að grunnvatnið sem er nú svona búið að vera alltaf menga út á jarðhitakerfinu. Grunnvatnsborðið er 20 metrum neðar. Milli botnsins á bláa lóninu og grunnvatns er bara loft í borunum, eða sem sagt í holrinu. Er það að selja þeim vatnið eða? Já, við seljum þeim jarðsjóin eins og við kallum það. Þeir veikan ókeypis fisk og nú voru okkur svo ríkir og ríkar eins við. Fórstjórinn þeirra komið með herra kaupun, okkar fórstjóri. Þannig að við borgaði fyrir það. Hverjavillin sem við löptum framhjá í Orkuveri 6? 6? Já. Kolkrabbinn, já. Hvað er hann stór? Hann er 30 megavattar. Eða 33 megavattar. Hvað eru mörg inntök og úttök á? Já, það er mjög skemmtilegt. Það eru hérna 2 hálfsvíktingumu inntök á 14 för. Það eru 2 úttök á 6,5. Það eru 2 inntök á 6,2. Það eru 2 inntök á 1,2 og svo er endinn, heiti endinn, 9. Það er sem sagt 8 svona pípur sem að tengjast inn á vélina og þeim fannst það voða fyndið í Japanunum sem voru að smíða þetta. Þeir kölluðu þetta taco eða octopus. Þeir hefðu aldrei smíðað vél með svona rosalega mörgum minni úttökum. Veitu hvað þessar úttökin? Þessar 2,6,5? Þeir eru þessar 8. 8 inn og 8 út? Það eru 8 í allt. Já, það eru 6 inn og 2 úttök. Það eru 6 í 2 út. Og svo síðast það náttúrulega. Hvers vegna er Hverfavillin hannaði sem fjölhýstir Kolkrabbinn? Hvers vegna? Það var þannig að við nýttum gufuna á háþrýstigufuhólunum sem að við köllum á gufubúðarvæðinu. Það var nýtt í Orkuveri 5 á 6,5 bar. En með því að taka gufuna inn á vél á 15 bar og lækka niður í 6,5 þá náðum við 10 megawatt ókeypis. Já, ég þurfti dálítinn tíma til að samfara vélarframleiðandanum að þetta væri svona. Svona er þetta. Afloftunarsúrur í Orkuveri 2, getur sagt ekki frá þeim?
aflokkum og súlónum, já, svo er þetta fluga, þetta er turn sem þið sáum þarna, efst er hérna gufustylja, svo er meginhlutinn af belgnum með sambyggður, einn varmaskiptur og afloftari. Ég verð að segja að ég ekki með neina teikningu hérna og að vera að mála og rífa allt niður. En þess að efst uppfyllir toppi á skiljunni er hérna gufurur. Það er svertur sem gengur niður í gegnum vatnsþétt skilrúm í gufuskiljunni og skiljuvatnið er tæmt þar út. En gufan heldur áfram niður og langleiðina niður undir botn á hérna turninum, alveg niður í götuhæð eða næstu því það. Og þar streymir gufan út, en upp á belgnum í svona 8 metra hæð að þar er úðað vatni yfir plastringi sem að fylla alveg úr belgin. Og kalda vatni það hitnar á meðan það streymir gufa á mótinni. Það sem gufan gerir líka í leiðinni, að hún rekur súrefnið út úr vatni. Þannig að þetta gefur samtímis upphitun og afloftun. Þetta var stundum með upp hérna, eftir að hafa prófað hérna Jökulver 1. Og hérna hver turn má segja afkasti þetta 40-50 megavattum í varmaskiptum. Já. Þú varst ennlega búinn að segja á hann, en hérna hversu stórt hlutfall af því sem dælið aftur niður? Það liðlega helmingur. Nei, ég var nefnilega ekki búinn að segja. Við tökum upp hérna 450 kg/sekúndu af fjarsjó og gufu og við dælum niður svona 250-300 kg/sekúndu. Spurningin var hvað skilum við mikið niður í jörðina aftur af því sem við tökum upp. Það sem sagt þetta 450 tekið upp og skila niður á bilinu 250-300, svolítið misjafnt. Það verður allt eftir því hvað þið taka mikið út í Bláalóni. Taka alveg 70 lítra á sekúndu þegar það er kallt, 70, jafnvel 80 lítra á sekúndu.